Einn ég stend nú við stýrið og vaki. Það stendur mikið til í sjóminjasafninu á Hellisandi. Þar verið að taka allt í gegn, breyta og bæta. Í sumar verða þar 2 sýningar sem hannaðar eru af Birni G. Björnssyni. Við litum við og fengum Þóru Olsen til að segja okkur betur frá þessu. Hver stendur á baki þessu safni hér og hvenær opnar það hérna? Hérna opnar, þetta safn opnar í 88, 87, 88, sko, eldra húsið. Fyrst var hérna sett upp, endurgerð hérna Þorvaldabúð, sem síðasta þurrabúðin á Hellisandi. Og það var búið í henni þangað til 1942 og svo var hún rifin 51 og svo var hún endurgerð hérna 77 og 78. Skemmtiatriðin voru hérna einu sinni út á Drimbum, svo fengu þeir sjómannadagsráð sem stendur fyrir þessu öllu í upphafi. Það er bara sjómenn og útgerðarmenn og þeir hérna fengu þennan garð undir svona, þennan dag. Sjómannadaginn og stofnuðu hérna sjómannagarð og voru hérna með skemmtiatriði. Svo var gerð svona stóri pallar hérna fyrir neðan þar sem skemmtiatriðin voru og svo 77-78 þá fáðu þá hugmynd að endurgera Þorvaldabúðina. Og það tók hérna 2 ár og svo upp úr því þá var þeim gefinn þessi bátur. Og það er anginn af hinu húsinu, af safnhúsinu. Já, sem var til áður. Já, þeir var sagt að þeir fengi ekkert bátinn afhentan fyrir en það væri búið að byggja undir hann hús. Og það var svona hugmyndin upp á að þetta er svona árabátatíminn. En svo erum við núna með þessari sýningu þá ætlum við að segja sögu. Sjósóknar á nesinu bara frá upp og til dagsins í dag. Og nú allt heldur betur í fullum vexti, framkvæmdir hérna fullu eins og við heyrum. Já. Hvað eru það að gera? Við Össi tókum við þessu fyrir rúmu ári og svo er einn skipstjóri með okkur, Baldur Kristinsson. Og við ákveðum að taka bara allt safnið í gegn. Ég mun ei lengi í landi, hafið lokkar og lagar á ný. Og þið ætla að vera með tvennslags sýningar? Já, fyrir þessa eldri salnum þá verðum við með náttúruna og það er náttúran við haf og strönd og þarna verða fuglar og fiskar og svo er von að við verðum með svona snertikir. Þannig að þetta verður svona spennandi fyrir fjölskylduna. Og svo erum við búin að fá flott steinasafn og svo verða svona skeljar og kuðungar og alls konar svona til að fræðast náttúruna á svæðinu. Og reynum að gera kríunni svona góð skil, því hún er nú aðal fuglinn á svæðinu eiginlega. En það var reynt að gera þetta svona spennandi fyrir fjölskyldu að koma. Og bara fyrir ferðamenn að bara vita eitthvað meira svona svæðið. Og svo inn í þessu sal, sko, hérna verður þessar sjósókn undir jökli og þá byrjum við hérna sko á upphafinu og hérna verður sko fiskbyrgi og svo höldum við áfram með tíman hérna og svo setjum við upp hérna leikmyndir, gamlan beitningaskúr með alls konar svona gömlu dót inni og svo förum við til dagsins í dag og reynum svona hvernig útgerðin er í dag á svæðinu. Já, því það er alveg gríðarleg saga á svæðinu. Í útgerð. Já, og bara alls konar svona upplýsingar þegar Kristófer Kólumbus kom í heimsókn á Ingjaldsól og svo bara með leyndardóma Snæfellsjökuls svona fletta svona inn í alls konar sögur. Er ekki rétt hjá mér að það er einhverjir að giska og hér hafi nánast orðið höfuðborg Íslands? Já, það kom fram í þætti sem var sýndur einu svona bændasamfélagi að það hafði munað litlu að Hellisandi höfuðborg. Var það ekki út á góðri hafnarstöðu hér? Hafnarstöðu, já, og það var margt manninn hérna einu sinni, sko. Því það náttúrulega voru alveg þó nokkuð margir, til dæmis í Djúpólur eða Dritvíkinni, það voru alveg nokkur 100 manns á veturnar á vertíðum, alveg 200 manns.
Þetta var fjölmennt samfélag útgerðar hérna. Já, og svo færðu sig aftur, sko, svo voru inn í Rifi, sko, hérna inn í Krossavíkinni, hérna eftir aldamótin, 1900. Og svo fara þær inn í Rif hérna, sko, 1959 þegar höfnu þar og það bættist alveg rosalega aðstæðan. Þá koma svona öflugri bátar og þeir að byggjast upp allt þetta, öll þessi fyrirtæki sem eru þarna. En ekki sérstæðan líka í fyrirtækjum núna, hérna í útgerðarfyrirtækjum, að þetta eru sömu fjölskyldurnar kynslóð eftir kynslóð? Jú, það búið að vera sömu útgerðin sem ég man eftir mér.